Góðan daginn. Góðan daginn. Og gaman Good morning. Nei, þú mátt ekki gera það. Iris has already told me that I can speak for as long as I want this morning. Íris búin að segja mér að ég má tala eins lengi með langar í dag No one is going to be angry with me. og það verður enginn pirraður út í mig. And because of that, I'll start with a little story about us. Og þess vegna ætla ég að byrja á smá sögu okkur. And just how we came to be here. Og hvernig það stendur á því að við erum hér. Because from my point of view, it's quite interesting. Því að út frá mínum sjónarhóli þá það mjög áhugavert. I've been working in Dublin for the last 8 years. Ég hef verið starfandi í Dublin síðastliðin 8 ár. And about a year ago, just over a year ago, I was asked to move to Cork in the south. Og fyrir rétt rúmlega ári síðan þá var ég beðinn að flytja til Cork á Suður-Írlandi. And I said to Topper, we are not moving to Cork. Og ég sagði við Topper, við erum ekki að fara að flytja til Cork. We have been asked, since we were here, and we knew we were leaving, we've been asked to move 16 times. Frá því að við byggum hér síðast, þá höfum við beðin að flytja 16 sinnum. We've been asked to move literally all over the world. Við höfum verið beðin bókstaflega að flytja út allan heim. To do all sorts of jobs. Að sinna alls kyns störfum. And every single one of those, except for about 3 where I said no, they would always fall apart. Og í hvert einasta skipti, nema þessi 3 skipti þar sem ég sagði nei, þá hefur þetta allt einhvern veginn fallið sjálft sig. We're supposed to go to the United States. Við vorum beðin að fara til Bandaríkjanna. 2 different places. 2 ólíka staði. Korea. Kóreu. Cambodia. Kambódíu. Kuwait. Among many other things. Auk margra annarra hluta. And every time it would stop in the strangest of ways. Og í hvert skipti þá einhvern veginn gekk það ekki eftir á undarlegasta hátt. About February last year, í febrúar á síðasta ári, I was writing in my personal journal. Þá var ég að skrifa í bara persónulegu dagbókina mína. And I wrote, I'm absolutely convinced. Og ég skrifa, ég algjörlega sannfærður. That God wants us to go back to Iceland. Að Guð vill að við förum aftur til Íslands. Those are just my own thoughts to myself. Þetta voru bara mínar eigin hugsanir. Because of what God was doing in my life. Því það sem Guð var að gera í lífi mínu. And then it got to, of course, someone else was asked to come here. Og svo gerðist það að það var einhver annar sem var beðinn að koma hingað. And so we actually had to buy a house in Cork. Svo við þurftum hreinlega að kaupa okkur hús í Cork. We had 4 houses lined up to look at. Það voru 4 hús sem okkur leist á, sem við vorum búin að kíkja á. First day of house hunting. En fyrsta daginn sem við fórum að skoða þessi hús. And we drove down to Cork. I got out of the car. Keyrðum við suður til Cork, við fórum út úr bílnum. And I got a text on my phone. Og ég fekk SMS síman minn. From the division president saying, please call me about Iceland. Frá formanni deildarinnar sem sagði, vinsamlegast hringdu í mig varðandi Ísland. I walked into the first house wondering what I was looking at. Ég gekk inn í fyrsta húsið og velti fyrir mig hvað ég eiginlega að skoða. An hour and a half later we had the appointment to see the second house. 1,5 tíma seinna þá vorum við búin að mæla okkur mótið að skoða næsta hús. We're waiting for the agent to arrive to open the door. Við biðum eftir fasteignasalnum að koma þarna við dyrnar. My phone goes. Og síminn minn, it's my bank. Hringir og það bankinn. And they said we've declined your mortgage. Og þeir segja við erum búin að hafna lántökuðinni. So I then walked into that house wondering what I was doing there. Svo ég gekk inn í það hús og velti fyrir mig hvað ég eiginlega að gera hérna. And Topper did look at me very strangely. Og Toppa horfði svona undarlega á mig. And I think the estate agent looked at me very strangely. Og ég held að fasteignasalinn hafi litið jafn undarlega á mig. Because I wasn't paying much attention to the house. Því ég var ekki mikið að fylgjast með þessu húsi. The next day Christiana came to Topper.
Daginn eftir þá kom Kristíana til Toppu and she didn't know what was happening, of course. og hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast. And she said, "Mummy, I don't think it's God's will for us to go to Cork." Og hún segi, mamma, ég held ekki að það sé Guðs vilja að við flytjum til Cork. And then 2 days later, she came back and she said, "I think we should be going to Iceland." Og 2 dögum setna kom hún tilbaka og segi, ég held að við eigum að flytja til Íslands. And that's when all they have ever known is living in Ireland. Sorry. All they have known is Já. living in Ireland. Og á þeim tíma þá vissu þau ekkert annað en að við myndum bara búa áfram á Írlandi. I wrote a letter to accept coming here. Og ég skrifaði bréf þar sem ég tók því eða játtist því kallið að koma hingað. It seemed very clear to me that God was leading. Og það mér alveg ljóst að það var Guð sem leiddi. The next day, I thought I'd made the worst mistake of my life. Daginn eftir hélt ég að ég hefði gert verstu mistök í lífi mínu. I was overwhelmed with discouragement. Ég var bara aðfram komin af efasemdum eða, já. I thought to myself, if there is the smallest little way to get out of this, I am going to get out of this. Og ég sagði, ef það minnsti möguleiki því að komast út úr þessu, þá ætla ég út úr þessu. I couldn't explain it, I just felt dreadful. Ég gat ekki útskýrt það, mér leið bara hræðilega. I had physical pains in my chest. Ég hafði líkamlegan sársauka í brjóstinu. And I thought, I can't go somewhere where I have physical pains in my chest. Og ég get ekki farið eitthvað þar sem ég bara með líkamlegan sársauka og brjóstverk. This went on for about 10 days. Þetta stóð í 10 daga. And one night I was lying in my bed. Og nótt eina þá lá ég í rúminu. And I suddenly thought to myself, Og ég hugsaði með sjálfum mér. I wonder if this is Satan. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sé Satanaverki. And I prayed and I said, God, if this is Satan bringing these thoughts and feelings to me, please take it away. Og ég bað til Guðs og sagði, ef þetta Satan sem að gefa mér þessar tilfinningar og hugsanir, þá taktu það frá mér. And instantly I just felt a great sense of peace and fell asleep. Og samstundis þá fann ég fyrir miklum friði og ég sofnaði. I woke up the next morning Ég vaknaði perfectly daginn okay. eftir, fullkomlega eðlilegur. I am very excited to be here. Ég mjög spenntur yfir því að vera komin hingað. And I'm particularly interested to see Og ég alveg sérstaklega áhugasamur að sjá what Satan wanted to try and stop. Hvað það var sem Satan vildi stoppa. It's happened one particular time in my life before. Það hefur gerst í eitt ákveðið skipti í lífi mínu áður. And it eventually became clear why that was. Og það varði mér ljóst seinna hvers vegna það var. But there's no better place to be than where God is leading us. En það hvergi betra að vera heldur en það sem Guð vill leiða mann áfram. And I suppose in that context, I want to share with you something that has been on my heart over the last year. Og í þessu samhengi þá langar mig til þess að deila með ykkur nokkru sem hefur hvílt á mér síðastliðið ár. What I'm going to do is the last year in my own churches, I hand out sermon notes. This is my sermon that I preach. Síðastliðið ár þá hef ég gert það í kirkjunum minni að deila út svona minnisblaði varðandi ræðurnar mínar. So if you have some friends or relatives or whoever, you can pass them on. Og ef þið vini eða ættingja eða einhverja sem þið vilja deila þessu með, þá getið þið gert það. If anyone wants to download them, they're on my website. Ef einhver vill hala þessu niður, þá þetta á heimasíðunni minni. Reflectingjesus.org. Reflectingjesus.org/sermon aids. And they're both in Icelandic and English. Og þar finnst það bæði á íslensku og ensku. So I have a couple of people just help and just pass these out. Einhverjir tveir hérna sem myndu hjálpa til að deila þessu út. Brynjar með íslenska útgáfu. And then just bring them back, the rest back. Now I've got English ones here for anyone who like English. Sorry. Oops. Over the last
year I've been reflecting on the verse that was read for our scripture reading. Síðastliðið ár þá hef ég velt fyrir mér versinu sem að lesið hérna í ritningalestunum á. I was going to say, the good part of having my notes is that you have them permanently. The downside is you know when I'm going to finish or not finish. Kosturinn með að láta ykkur hafa þessa minnispunkta er að þið geti haft þetta alltaf með ykkur. Gallinn er sá að nú vitið þið hvenær ég mun ljúka ræðunni. The reason I do this is because I have notes that I preach from. Ég hef svona nótur sem ég predika út frá. And I realize that after I preach, they disappear into the air, but if they're trapped on paper, they can last a little bit longer. Og það bara þannig að þegar ég predika þá þetta bara farið eitthvað út í loftið en ef þetta á pappír þá getið átt þetta aðeins lengur. Anyway, as you know, the last perhaps 10 years of my life have been devoted to studying discipleship. Og síðastliðin 10 ár hef ég verið að rannsaka það hvað það þýðir að vera lærisveinn. It's what I've been doing for my PhD. Þetta rannsóknarefni mitt í doktorsverkefninu. But about a year ago, when I was actually, after I was asked to write the week of prayer reading. En fyrir ári síðan þegar ég var beðinn að skrifa bænavikulesturinn. This verse, Matthew 4:19, has really bothered me. Þá hefur þetta vers Matthews 4:19 trublað mig. Mark Twain said, it's not what we don't know that gets us into trouble, it's what we know for sure that isn't so. Mark Twain, hann sagði, þú lendir ekki í vandræðum vegna þess sem þú veist ekki, heldur þess sem þú ert fullviss en reynist rangt. And I thought I understood what discipleship was about. Og ég hélt að ég skildi hvað það þýddi eða hvað það snerist að vera lærisveinn. Until I actually looked at what Jesus was saying there. Þar til ég raunverulega skoðaði hvað það sem Jesús að segja þarna. Could you read Matthew 4:19? Matthews 4:19 hljómar svo. Hann sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Now, this is part of what I call Matthew's sandwich. Þetta það sem að ég leyfi mér að kalla samloku Mattheusar. Yeah, now when Helgi was translating that, he didn't use the word sandwich, samloka. And I put it back to samloka. Because that's what it is in English. Yeah. The other thing could have meant it as well. Yeah, okay. I like samloka better myself. But then what do I know? You've got two sides of the Gospel of Matthew. Þú ert með tvær hliðar, eða tvo enda á Mattheusarguðspjallið. What we just read was the commissioning of the disciples. Það sem við vorum að lesa, það þegar að lærisveinar eru kallaðir. But if you go to the end of Matthew, en ef þú ferð í lok Mattheusar, sorry, that was the calling of the disciples. At the end is the commissioning of the disciples. En í lokin þá það hinn postulega, hvað kallum við það? Matthew 28. Já, í Mattheus 28, postulega tilskipun. Now, if you just open your Bibles to Matthew 28. Og ef þið flettið upp á Mattheus 28. kafla. I think perhaps God designed it this way. Well, it looks good to me. Both of the significant verses about discipleship are verses 18 to 20 in both chapters. Og það sem skemmtilegt við þetta, að það sem skiptir verulegu máli varðandi það að vera lærisveinn eru versin 18 til 20 í báðum þessum köflum, 4. og 28. Helgi, could you read that in Matthew? 18 til 20. Mattheus 28. kapli, 18 til 20. vers. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá,
Ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Now, Jesus' command is very clear. Go and make disciples. Þessi tilskipun Jesú mjög skýr, farið og gerið lærisveina. But what did he actually mean? What is a disciple? En hvað þýðir þetta? Hvað hann að tala Hvað að gera lærisvein? How do you know when you've made one? Hvernig veistu að þú hefur mótað slíkan? I gave a group a few weeks ago in Ireland Matthew 4:19. Fyrir nokkrum vikum þá lét ég hópa fólki fá þetta vers, Matthews 4:19. And I said, go away and give me a definition of discipleship from that verse alone. Og ég sagði farið og gefið mér síðan skilgreiningu á því að vera lærisveinn út frá þessu versi. They had about probably 20 minutes in total. Þau fengu svona 20 mínútur alls. And when they came back, Og þegar þau komu nobody could say what was in the verse. Þá gátu þau með engu móti sagt hvað var í þessu versi. I'll keep my iPad over here rather than over the candles. All right. Yet no one could see because they just had all of their previous assumptions about what a disciple was and imposed it on top of the verse. Og þau gátu í raun ekki skilgreint þetta vegna þess að þau voru með sínar fyrirfram mótuðu skilning og afstöðu á þessu versi. If you look at that verse now Ef þið skoðið versi núna and look at a definition, Jesus is very clear. og ef þið skoðið skilgreininguna þá Jesú mjög skýr. He says, I will send you out to fish for people. Og hann sagði, ég mun láta yður menn veiða. A disciple is somebody Lærisveinn einhver that Jesus is going to train sem að Jesú mun þjálfa and deploy on the front line og senda út á víglínuna eða framlínuna to reach people for the kingdom of God. til að ná fólki til ríkisguðs. Now, let's think about what it is not saying. Og athugum nú hvað versið segir ekki. Jesus is not calling for a decision to love him. Jesús ekki bara að kalla eftir einhverja ákvarðanatöku til þess að við elskum hann. It's not a choice to join a church. Þetta ekki val að ganga í einhverja kirkju. The call to discipleship here Þetta kall til að vera lærisveinn hér is a call to be trained, kall til þess að vera þjálfaður, to be equipped to reach lost people. að vera útbúin til þess að ná til þeirra sem ekki þekkja Guð eða glatara sála. Now, with this in mind, let's go back to Matthew 28. Með þetta í huga, kíkjum þá aftur á Matthews 28. Because Jesus says, I'll just read this quickly in English, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yfir. So what is Jesus asking the disciples or asking us to do? Svo hvað það sem Jesús að biðja okkur að gera? 3 things. 3 hlutir. Firstly, Fyrsta lagi, to go and make disciples. að fara og móta lærisveina. And the emphasis is on as you are going out. Og áherslan þegar þið farið út, When you are out about in the workplace, that is where you're making disciples. þegar þið eruð úti á meðal fólks, að það þar sem þið eruð að móta lærisveina. Secondly, baptizing. Í öðru lagi, skýra. In other words, a complete identification with the person and the people of God. Það þýðir sem sagt algjör samsömun við persónu Guðs og fylgjendur Guðs. And then thirdly, to teach them to obey. Og í þriðja lagi kenna þeim að hlýða. Now, as pastors, we like to emphasize the teaching bit. Og sem prestar þá viljum við auðvitað leggja áherslu á þennan kennsluþátt. The emphasis is actually on the obeying bit. En áherslan í rauninni á þennan hlýðni þátt. And you're obeying everything as God commanded. Að þú hlýður öllu sem Guð hefur fyrirskipað. What has he commanded? Hvað hefur hann fyrirskipað? To go and make disciples. Að fara út og móta aðra lærisveina. So in other words, Jesus is saying, I want you to make disciples who make disciples.
Þannig að það sem Jesús að segja ég vil að þið farið út og mótið lærisveina sem að móta svo aftur lærisveina. I'd like you to just look at one other verse. Við vil að þið kíkið á eitt vers í viðbót. It's 2 Timothy 2:2. Anna Tímóteusar bréf, annar 3 kafli, annar twos, vers. so it's easy to remember. Þessi 3 tvistar. Billy Graham said that this verse taught him more about discipleship than any other verse in the Bible. Og það haft eftir Billy Graham að þetta vers hafi kennt honum meira það að vera lærisveinn heldur en nokkuð annað vers í Biblíunni. Now I'm going to read it, Og ég ætla að lesa þetta. and I want you to tell me how many generations of disciples are actually in this verse. Og ég vil að þið veltið fyrir ykkur og segja mér hversu margar kynslóðir lærisveina eru í þessu versi. Without cheating and looking at the answer. Án þess að svindla og kíkja á svarið á blaðinu. You then, my son, this is verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Og við byrjum á fyrsta versinu. Styrst þú þá, sonur minn, í náðinni sem fæst fyrir Krist Jesú, og það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist. Það skaltu fá í hendur trúum mönnum sem líka munu færir að kenna öðrum. How many generations of disciples are in that verse? Hve margar kynslóðir lærisveina eru í þessu versi? Without looking at the answer. Án þess að kíkja á svarið. How many is it? Hve margar eru þar? 3? 3? 4? 4? You're the only person who's ever got the answer. Þú ert eina manneskjan sem nokkuð tímann hefur náð svarinu. There are 4 and you could argue maybe 5. Það eru 4 og þú getur kannski fært rök fyrir 5. There's Paul, Það Páll who teaches Timothy, sem kennir Tímóteusi and he says to Timothy, you need to pass this on to reliable witnesses, 3. og hann segir við Tímóteus, þú þarft að kenna þetta trúum mönnum sem geta who then can teach others. sem að geta svo kent öðrum. 4. So Paul teaches Timothy to teach reliable witnesses who's going to teach someone else. Þannig að Páll kennir Tímóteusi sem kennir trúum mönnum sem síðan kenna öðrum. This is about multiplying, a system for multiplying people. Og þetta kerfi þar sem fólk margfaldað. And if we're going to have a system of multiplication, it cannot rely purely on professional clergy. Og ef við ætlum að hafa svona margföldunarkerfi þá getum við augljóslega ekki bara reitt okkur á faglega prestastétt. In the year 2000, árið 2000, Jimmy Wales and Larry Sanger þá voru þeir Jimmy Wales og Larry Sanger started something they called Newpedia. Þeir byrjuðu eitthvað sem þeir kölluðu Newpedia. They were going to make important information available on the net, written by qualified people. Og þeir ætluðu að búa til upplýsingar af hæfu fólki sem að skrifa semst af hæfu fólki sem að væri aðgengilegt öllum. On all sorts of subjects. Varðandi bara öll möguleg málefni. They would have professionals to write in their area of expertise, which would then be peer reviewed and edited. Þeir ætluðu að fá fagfólk til þess að skrifa eitthvað sem að hentaði þeirra sérfræðiþekkingu sem yrði síðan lesið yfir af einhverjum jafningjum og svo ritskoðað og útgefið. At the end of 2 years, how many articles do you think they'd published on the net? Eftir 2 ár, hvað haldið að þeir hafa verið búin að birta margar greinar? What do you think? Hvað haldið þið? 2 years of hard work. 2 ára erfiðisvinna. 24 articles. 24 greinar. They decided to set up a feeder system to kind of hurry things up. Og þeir ákváðu að setja upp nokkuð skona kerfi sem að flýtir ferlinu. And rather than getting experts to write, they got enthusiasts to write. Og í staðinn fyrir að fá sérfræðinga til að skrifa greinarnar, þá fengu þeir áhugasama til að skrifa greinarnar. And after 1 year,
How many articles do you think were Og written? eftir 1 ári viðbót, hvað heldur að vera margar greinar skrifaðar? By people who had burning passion for the various articles and subjects. Fólk sem hafði brennandi áhuga á þessum margvíslegu greinum og málefnum. These enthusiasts had written 20,000 articles, Þessir áhuga menn höfðu skrifað 20.000 greinar and it became known as Wikipedia. og þetta var þekkt sem Wikipedia. It is very, I think, significant that Jesus' method to reach the world is based on a system of multiplication. Ég held að sé mjög mikilvægt og marktækt að þetta kerfi Jesú til að ná til heimsins. Now, in this context, how would Jesus evaluate success? Já, í þessu samhengi hvernig haldið að Jesú meti árangurinn? Well, think about how you as a church evaluate how successful you are. Veltið fyrir ykkur hvernig þið sem kirkja metið árangur ykkar? Is it based upon how much tithes and offerings you have? Það byggt á því hver mikið mikla tekjur af tíundagreiðslum og gjöfum? How many people are on the church books? Hver margir skráðir í safnaðarskrána? How many people turn up on a Sabbath morning? Hversu margir mæta á hvíldardagsmorgnin? How would Jesus define our success? Hvernig myndi Jesú meta árangur okkar? Alan Jackson said, Alan Jackson sagði, discipleship is not complete until the disciple becomes the disciple maker. Hann sagði að vera lærisveinn ekki fullkomið fyrir en lærisveinn mótar aðra lærisveina. I had a class in Dublin, which I called a discipleship class. Ég var með bekk í Dublin sem að ég kallaði lærisveina bekkin. Anyone on a Sabbath morning who was wanting to know about Christianity Hver sem hafði áhuga á því að vita eitthvað kristindóm á hvíldardagsmorgni, people who were visiting church fólk sem að heimsótti kirkjuna, would come straight to my class. kom í þennan bekk. We had many people baptized through my class. Og það voru margir sem skýrðust í gegnum þennan bekk. Was I successful? Var þetta árangursríkt starf hjá mér? Would Jesus have defined my class as being a success? Hefði Jesú skilgreint þennan bekk sem árangursríkan? Well, my conclusion was no. Mín niðurstaða, nei. Because I suddenly realized that whereas I had brought these people to a decision, Því að ég gerði mig grein fyrir því að þó svo ég hefði fengið þetta fólk til að taka ákvörðun, I had not given them the skills to pass, to do for them to do for others what I had just done for them. Að þá hafði ég ekki komið á framfæri einum hæfileikum eða eiginleikum svo þeir gætu gert fyrir aðra það sem ég hefði gert fyrir þá. I had a system of addition to the church. Ég var með svona samlagningarkerfi í kirkjunni. Ég bætti bara við. Jesus was focused on multiplication. En Jesú, hann lagði áherslu á margföldun. Now, I think someone said, I thought this was very helpful, when we separate Jesus' teaching from Jesus' methodology, we will always have a different result. Og það var einhver sem orðaði þetta þannig og ég held að það skipti máli að þegar við aðskiljum kennslu Jesú frá aðferðafræði Jesú, að þá fáum við öðruvísi niðurstöðu. I had been teaching Jesus' teaching. Ég var bara búin að vera að kenna kenningar Jesú. But I had not been using Jesus' methodology. En ég hafði ekki notað aðferðafræði Jesú. Well, what we're going to do is, what is Jesus' methodology? En nú skulum við skoða hver þessi aðferðafræði. And we're going to go very quickly through 10 points Og við that ætlum að fara- summarize what Jesus actually did himself. Og við ætlum að fara á hraðbergi í gegnum 10 atriði varðandi þetta. Firstly, Fyrsta lagi, Jesus' call to discipleship clearly defined his expectations. kall Jesú skilgreindi greinilega væntingar hans. When Jesus calls people in Matthew 4:19, he called them into a process of training and equipping. Og þegar Jesús kallar þá í 4. kafla Mattheusar, þá var hann kallað þá til þess að þjálfa þá og útbúa þá. Those very first disciples knew exactly what Jesus was going to do with them. Þessir lærisveinar, þeir vissu nákvæmlega
hvað það var sem Jesús ætlaði að gera með þeim. Secondly, Í öðru lagi, Jesus' plan to save the world áform Jesú að frelsa heiminn meant that he poured his life into just a very few people. þýddi að hann veitti mjög ríkulega af lífi sínu til mjög fárra einstaklinga. Jesus preached to crowds, Hann predikaði til mannfjöldans, but 90% of his time he spent with 12 men. en 90% tímans varði hann með fáum einstaklingum, And out of 12 mönnum. that 12, he focused on 3. Og af þessum 12 þá lagði hann megin áherslu á 3. Observing what Jesus did, someone said this: Og það er haft eftir manni sem hafði skoðað hvað það var sem Jesú gerði. think big, Hugsaðu stórt, start small, byrjaðu smátt, go deep. farðu djúpt. Thirdly, Þriðja lagi, Jesus only discipled people who were spiritually open Jesús kallaði aðeins til fylgdar við sig þá sem voru andlega opnir and spiritually hungry. og hungraðir andlega. Jesus was not someone we would think to copy. Hann var ekki einhver sem við myndum kannski hugsa að við myndum vilja kópera. Afrita. Yeah. If someone came to me and said, "Can I join your church?" I would be very excited. Ef einhver kemur til mín og sagði, má ég samlagast kirkjuðinni, þá verði ég bara mjög spenntur. I would not say things like, "Okay, if you want to come, then go and sell everything you've got." Ok, komdu til mín og ef þú vilt koma, farðu þá og seldu allt sem þú átt. Jesus weeded out from the very beginning who was serious. Jesú, hann reytti frá og út úr hópnum alla þá sem raunverulega voru alvarlega þenkjandi þessi mál. And he discipled those who were deadly serious about it. Og hann leiðbeindi þeim sem tóku þetta mjög alvarlega. Fourthly, Jesus was theologically and practice heavy. Í fjórða lagi, Jesú, hann var þungavektamaður í guðfræði og framkvæmd. Depth is really important. Dýpt mjög mikilvæg. Someone said about Christianity in the United States, Einhver sagði kristnina í Bandaríkjunum Christianity is 3,000 miles wide að hún væri 3000 mílna breið and 1 inch deep. og tommu djúp. Jesus was not looking for easy converts. He went deep into people's lives. Hann var ekki að leita að einhverjum sem hann gæti snúið með einhverjum einföldum hætti, heldur fór hann djúpt inn í líf fólks. He challenged his disciples with serious shifts in thinking. Hann var með mjög alvarlegar áskoranir varðandi breytingar á hugarfari. And gave them really difficult tasks to do. Og gaf þeim verulega erfið verkefni til að uppfylla. Yes. Fifthly, Jesus ran a continuous field school. Í 5. lagi þá stýrði Jesú stöðugu vettvangsnámi. Continually he was sending them out. Hann deildi verkefni og hann sendi þá stöðulega út. He'd bring them back, debriefed. Og hann fekk þá tilbaka til að gefa sér skýrslu hvernig hefði gengið. How was it going? Send them back out again. Hvernig gekk, farið svo aftur út. And he never asked them to do something that he didn't do himself. En hann bað þá aldrei að gera neitt sem hann gerði ekki sjálf. 6, he corrected and chastised the disciples. Í 7. lagi, hann leiðrétti og ávítaði lærisveinana. He didn't have a problem saying things like, "Oh, you of little faith." Hann átti ekki neinu vandræði með að segja, ó, þér trúlitlir. Or your spirit is willing, but your body is very weak. Eða andin reiðubúin, en holdið veikt. 7th, 7. lagi, Jesus modeled godliness before his disciples. Jesús var fyrirmynd guðrækni fyrir lærisveinana. Particularly Sér í lagi, compassion, í samkennd, dependence, trausti, humility, auðmýkt and obedience. og hlýðni. Jesus didn't teach from theoretical ideas. Jesús kendi ekki frá einhverjum kenningalegum hugmyndum. Because the truth that he had was truth lived out through his life. Því sannleikurinn sem að hann bar var sannleikur sem var lifaður í 8, lífinu. Jesus' focus was on relationships, not programs.
Í áttundalagi þá var áhersla Jesú á sambönd en ekki einhverjar áætlanir eða plön. It was about life on life. Þetta snerist líf með lífi. The sharing of his life with another person was to shape the other life. Að deila lífi sínu með annarri mannesku snerist að móta líf hennar manneskjunar. 9. Í 9. lagi. He called people to daily obedience and ministry, not to simply know more. Hann kallaði fólk til daglegrar hlýðni og þjónustu, ekki bara aukinnar þekkingar. Someone said that the greatest challenge to Christianity today is spiritual obesity. Og það einhver sem benti á það, stærsta vandamál kristninnar í dag andleg offita. We come and we consume more and more stuff. Við komum og við tökum við meiru og meiru. Until we're so fat we can't do anything. Þar til við erum orðin svo feit að við getum ekki gert neitt meira. But of course, spiritual maturity does not come from knowing more. That's a Greek idea. En andlegur þroski fæst ekki af því að vita meira. Það grísk hugsun. Biblical spiritual maturity en biblíulegi andlegi þroski comes from Jesus' words actually applied to one's life. Koma af því að líf Krists séu tekin upp í lífi okkar. And then breyti lífi okkar. 10, the commissioning of the disciples clearly defined that replication was what they were supposed to do. Og í 10. versi, hinn postulega tilskipun Jesú skilgreindi greinilega þessa afritun sem, til framtíðar sem að þeir áttu að hafa í lífi sínu. Go into the world and make disciples. Farið út í heiminn og búið til lærisveina. Which they already knew was someone who made more disciples. Sem að þeir þegar vissu að var einhver sem átti að móta fleiri lærisveina. I was sitting around with some of my church members at lunch one day. Ég satt með nokkrum meðlumum kirkjuminnar í hádegismat einu sinni. And we were looking at the mathematics behind this. Og við vorum að skoða stærðfræðina á bak við þetta. What if all I personally did was spend my whole time pouring my life into one person? Hvað ef allt sem ég gerði væri að veita mínu andlega lífi til einnar mannesku. For 1 year, I would pour my life into that one person so that at the end of that year, they could pour their life into another. Þannig að næsta ár þá myndi þessi aðili geta gert það sama, að gefið af sér og sínu andlega lífi til annarra mannesku í eitt ár. And let's say I do that for a total of 20 years. Og segjum svo að ég geri þetta alls í 20 ár. At the end of 20 years, how many people will I personally have discipled? Svo í lok þessara 20 ára, hvað myndi ég hafa leitt marga til að verða lærisveinar á 20 árum? 1 a year? 20 years? 20 ár. 20 people. 20 einstaklingar. But what if we count up all of the people, because each person I have discipled then disciples someone else who disciples someone else? How many do we get at the end of 20 years? En hvað ef við teljum með alla hina sem að hafa orðið lærisveinar sem að svo næstu árin taka sér einn á hverju ári og móta þá til að vera lærisveinar? Hvað eru þá konum margir í lok 20 ára? I'm not a great mathematician. Ég ekki mikill stærðfræðingur. But I have understood that it is 2 to the power of 20. En mér skilst að það séu 2 í 20. veldi. And 2 to the power of 20 is over 1 million people. Og 2 í 20. veldi eru yfir 1 milljón manns. Just one person a year Bara ein manneskja á ári can multiply to getur over 1 million. margfaldast If I upp í took 1 milljón. 2 people a year, Ef að ég myndi taka að mér and that's að all I leiða did, 2 einstaklinga á and those ári people took then 2 people, og þeir myndu svo seinna taka að sér 2 einstaklinga hver sig, the total number is 3 to the power of 20. þá heildartalan eftir 20 ár 3 í 20. veldi. Which I understand is about 3.4 billion. Sem ég skilst að sé í kringum 3,4 I miljardar. think Jesus had a wise idea
when he thought about this. Ég held að Jésu hafi haft svolítið snjalla hugmynd þegar hann var að gera þetta. But I personally find it astonishing En mér persónulega finnst þetta alveg ótrúlegt that I have studied discipleship for so long að ég hef rannsakað þessa göngu lærisveina í þetta langan tíma and never grasped this point. en aldrei tekið við eða séð þennan punkt. Okay, we have been looking at some very, very big ideas. Við höfum verið að skoða hérna mjög stórar hugmyndir. So what are we going to do with this? Svo hvað ætlum við að gera við þetta? Well, for the moment, I just want to bring it down to a very simple idea. Núna langar við bara til þess að draga þetta saman í einni einfaldri hugmynd eða hugsun. If we want to partner with Jesus in his mission of making disciples, Ef við viljum verða samverkamenn Jesú í því að móta lærisveina, Howard Hendricks suggested we should have 3 sorts of relationships in our lives. þá maður nokkur á nafni Howard Hendricks sem að bendir á að við skildum hafa 3 í huga eða 3 einstaklinga til að leggja áherslu á samband okkar. Someone like Paul, Einhvern eins og Pál, someone who is spiritually mature that can teach us. einhvern sem að hefur andlegan þroska sem að getur kent okkur, A Barnabas, einhvern eins og Barnabas, someone who is a peer that can encourage us. einhvern sem jafningi sem getur hvatt okkur áfram And a Timothy, og svo einhvern eins og Tímóteus, a younger believer that we can pour our lives into, einhvern sem ungur trúar einstaklingur sem við getum veitt af okkar lífi til, which boils down to perhaps a simpler question. sem dregur þetta saman í kannski ennþá einfaldari spurningu. If we wish to join Jesus Ef við óskum þess að gera samverkamenn Jesú in his mission to save the world, í því verkefni hans að bjarga heiminum eða frelsa heiminn, that lost people can have an intimacy with Christ, þannig að glataðar sálir geti haft þetta nána samband við Krist, who can you find hvern getur þú fundið to pour your life into? sem þú getur deilt lífi þínu með? And who can you find to be a spiritual mentor Og hvern for getur þú you? fundið sem getur verið andlegu leiðbeinandi þinn? Let's pray. Við skulum biðja. Father, what Jesus has is so simple, Faðir, það sem að Jesú hefur svo einfalt. and it's amazing how we can miss so much of what he has to say. Og það ótrúlegt hvað við getum mista mörgu sem að hann hefur að segja. But for this moment, I would like to pray for all of us here, En núna langar mig til þess að biðja fyrir okkur öllum hér. that you will put a burning within our hearts, Að þú getur gert okkur brennandi innra með okkur for intimacy and relationship with you, fyrir þessari nánd og þessu samfélagi og sambandi við þig. that we can find someone who can help and encourage us in nurturing our souls, Þannig að við getum fundið einhvern sem að getur hvatt okkur áfram og getur nært okkur andlega, and that there might be someone that we can find to pour our lives into. og það mætti vera einhver sem að við getum veitt af okkar lífi til For the sake and glory of Jesus Christ. fyrir sakir Jesú og dýrðar hans. In his name, amen. Í Jesú nafni, amen.